Hefur þú einhvern tímann heyrt þriðju komu Jesú? Flestir okkar þekkja fyrstu komu Jesú sem bars í Betlehem og við tölum oft aðra komu hans við endalokin. En þriðja koma, það jafnvel í Biblíunni? Það kann að hljóma óvænt, en þegar við skoðum saman ýmis biblíuvers eins og púsluspil, kemur upp ótrúleg mynd. Já, Jesú mun koma aftur í þriðja sinn. Við munum ferðast í gegnum ritninguna til að rekja alla atburði sem leiða til þriðju komu Krists. Fyrsta koma, Guð með okkur. Saga okkar hefst með fyrstu komu Jesú, oft kölluð fyrsta aðvendan. Aðvenda þýðir einfaldlega koma. Fyrir meira en 2000 árum fæddist Jesús sem auðmjótt barn í Betlehem. Biblían spáði þessari undraverðu fæðingu löngu áður en hún gerðist. Til dæmis minnir Mattíasar guðspjall okkur á spádóm í Gamla testamentinu: sjá, mærin mun þungu verða og son Alla, nafn hans mun vera Immanuel, sem þýðir Guð með okkur. Og vissulega, í Jesú kom Guð til að búa meðal mannkynsins. Ímyndið ykkur atburðarásina. Stjörnubjört nótt í kyrrlátum bæ. Unga móðirin María heldur á nýfæddum syni sínum og skelfur á lotningu þegar englar boða gleðifréttirnar. Þetta var fyrsta koma Jesú til jarðar, ekki með þrumum og hervaldi, heldur sem viðkvæmt barn sem ætla var að bjarga heiminum. Fyrsta koma hans snerist að Jesús lifði lífi sem einn af okkur, kenndi kærleika og sannleika og að lokum dó og reis upp til að endurleysa okkur. Þetta var upphafsatriði stórkostlegrar sögu hjálpræði. Hvers vegna þetta mikilvægt fyrir þriðju komu Jesú? Vegna þess að það setur sviðið. Fyrsta koma hans var lofar Guð sem uppfyllt var að hann myndi ryðja veg til að bjarga okkur. Það minnir okkur á að í hvert skipti sem Jesús kemur það hluti af kærleiksríkri áætlun hans til að bjarga og endurreisa. Hafðu það í huga þegar við höldum áfram. Seinni koma Jesú, Jesús snýr aftur í dýrð. Spólum fram í tíman, síðari koma Jesú. Þetta eitthvað sem flestir kristnir menn hafa heyrt Ólíkt fyrstu komu Jesú í kyrrlátu formi verður ómögulegt að missa af annarri komu hans. Biblían lýsir henni sér dýrlegum, háværum og sigursælum atburði. Til dæmis segir í einu af bréfum Páls postula: því að sjálfur drottinn mun stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils raust og með básúnu Guðs. Ímyndið ykkur himinin uppljómast af birtu, lúður hljóm óma allan heim og Jesú birtist sem sigursæll konungur með ótal englum. Hvað gerist þegar Jesús kemur í annað sinn? Ritningin heldur áfram: og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrst upprísa. Síðan munum við sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til fundar við Drottinn í loftinu. Við skulum brjóta þetta niður í einföld orð. Allir trúaðir sem dóu, hinir dánu í Kristi, verða fyrst reistir upp til lífsins. Ímyndið ykkur grafir opnast og fólk sem lifnar við, ekki sem draugar, heldur í raunverulegum dýrlegum líkama. Ástvinir sem treystu á Jesú rísa upp og deyja aldrei aftur. Þá munu allir trúaðir sem eru enn á lífi á þeim tíma breytast og verða hrifnir upp. Þeir munu sameinast uppreisnu og saman verða þeir hrifnir upp til að mæta Jesú í loftinu. Það eins og mikill endurfundur á himninum. Fjölskyldur og vinir sameinast í gleðilegri hátíð umhverfis frelsara sinn. Það mikilvægt að taka eftir hvar þessi fundur á sér stað. Í loftinu. Jesús safnar fylgjendur sínum upp á við frá jörðinni. Þessi smáatriði skipta máli því Jesús lendir ekki á jörðinni við síðari komu Jesú. Í staðinn tekur hann endurlaust fólk sitt með sér upp til himins. Þetta gríðarleg björgunar aðgerð sem lyftir fólki upp úr heimi sem orðinn mjög spilltur. Hvað með þá sem ekki taka við Jesú, hina ógulegu eða vantrúðu sem eru á lífi við síðari komu Jesú? Biblían segir líka eitthvað dramatískt þá. Þá mun lögleiðsingin opinberast og honum mun Drottinn Jesús tortíma og að engu gjöra þegar hann birtist við endurkomu sína. Með öðrum orðum, birting Jesú í logandi dýrð verður banvæn fyrir hina ógulegu.
Hugsið þetta svona. Ef dýrðin væri skært ljós, þá eru þeir sem hafa snúið baki við Guði algjörlega í myrkri. Þegar ljós dýrðar Krists skín, getur myrkrið ekki lifað af. Illu öflin og þeir sem halda fast við ilskuna verður algjörlega útrýmt af hreinni birtu endurkomu Jesú. Það er ekki það að Jesú komi reiður og sveifli sverði að þeim, heldur er heilög nærvera hans sjálfs of hrein fyrir þá sem hafa hafnað náð hans, og þeir farast eins og þeir séu yfirbugaðir af sterku ljósi. Þannig að við síðari komu Jesú gerast tveir stórir hlutir samtímis. Jesús bjargar hinum réttlátu, dauðum og lifandi, og tekur þá til himins. Dýrð Jesú tortímir hinum ógulegu sem eru á lífi við komu hans, og þeir sem voru þegar dauðir í syndum sínum eru enn í gröfum sínum. Þegar Jesús og frelsa fólk hans yfirgefa jörðina er staðan þessi. Allir hinir réttlátu eru farnir til himins með Jesú og engir ranglátir eru eftir á lífi á jörðinni. Hinir óguðlegu á lífi farast við komu hans og hinir óguðlegu sem eru dánir hafa ekki verið reistir upp, svo þeir eru enn dauðir. Þetta er algjör brottflutningur fólk Guðs og algjör útrýming hinna óguðlegu, að minnstakosti tímabundið í dauða. Ímyndið ykkur afleiðingarnar. Heimur gjörsamlega laus við mannslíf. Borgir standa í rústum eftir umbyltinguna sem fylgir komu Krists. Ys og þys daglegs lífs hefur þagnað. Engin maður er eftir til að slökkva ljós eða gefa gæludýr að éta. Þetta er óhugnaleg, hljóðlát pláneta. En sagan er ekki búin, ekki ennþá. Þetta er bara hlé í stóru frásögninni. Þögul jörð, 1000 ára fangelsi Satans. Hvað gerist næst þegar allir eru annarkvort teknir til himna eða dauðir? Biblían opinberar að það verði 1000 ára tímabil, oft kallað 1000 ára ríkið, strax eftir síðari komu Jesú. Á þessum tíma gerist eitthvað mjög áhugavert við Satan, djöfulinn, sem leiddi allan heiminn af við það. Opinberunarbókin kapli 20 dregur upp senuna. Jóhannes postuli segir í sín: Nú sá ég engil stíga niður á himni. Hann hélt á lykli undirdjúpsins og stórum fjötri í hendi sér. Og hann tók drekann, þann gamla höggorm sem er djöfull og Satan, og batt hann 1000 ár. Hann kastaði honum í undirdjúpið og læsti og setti innsigli yfir, svo að hann leiddi ekki fram að þjóðirnar afvega, allt til þess að fullnuðust 1000 árin. Við skulum skoða þetta með líkingu til að gera það skýrt. Undirdjúpið. Hér er ekki bókstaflegur staður. Það táknar eyðilega tóma jörð. Ímyndaðu þér áður iðandi borg sem er nú tóm og sundurlaus, eins og draugaborg eftir hörmungar. Þannig verður jörðin, óreiðukennd auðn án fólks. Þessi eyðilagða jörð verður eins konar fangakleifi fyrir Satan. Stór fjötur sem bindur hann er ekki úr járnlekkjum, hann er fjötrar aðstæðna. Hann er bundinn af þeirri staðreind að hann hefur engan til að blekkja eða stjórna lengur. Í 1000 ár hefur fullt starf Satans verið að ljúga, freista og eyðileggja. Nú skyndilega þagnar heimurinn. Hinir réttlátu eru allir farnir til himna og fagna með Jesú. Hinir óguðlegu eru allir dánir og bíða eftir dómi í framtíðinni. Satan og aðrir fallnir englar hans eru einir í rústunum án þess að hafa neitt fyrir stafni. Það er eins og að setja ofvirkan glæpamann í einangrun, engin fórnarlömb til að nýta sér, engin skaðsemi til að valda. Í fyrsta skipti í sögunni er Satan neyddur til að sitja kyrr og hugleiða afleiðingar uppreisnar sinnar. Þetta einmanna hyldýpislíka ástand fyrir Satan varir í 1000 ár. Við getum ímyndað okkur að hann reiki rústirnar, kannski að rifja upp hvernig hann eitt sinn stærði sig af því að hann myndi taka við hásæti Guðs. Nú er hann konungur einmannaleikans á plánetu tómleikans. Þetta er dramatískur snúningur. Hinn eitt sinn stolti svikari er orðinn fangi í sama heimi og hann reyndi að ræna, með aðeins sína eigin hugsanir og sigraða engla í félagsskap. Maður getur sagt að Guð gefi Satan hlé í 1000 ár þar sem hann getur ekki afvegaleitt neitt. En þetta ár 1000 snýst ekki bara að ýta Satan til hliðar. Það er eitthvað mjög mikilvægt að gerast með hina heilögu á himnum á þessum tíma. Við skulum sjá hvað þeir hafa fyrir stafni. Hinir heilögu á himnum,
1000 ára úttekt. Meðan Satan er bundinn á eyðilegri jörð, eyðir fólk Guðs hinni frelsuðu frá öllum öldum þessum 1000 árum á himnum með Jesú. Hvað munu þeir hafa fyrir stafni í 1000 ár? Biblían gefur okkur heillandi vísbendingar. Munið þið hvernig Jesús tekur fylgjendur sína upp til himins við endurkomuna. Jóhannes sá sýn af hásætum á himnum og sagði: og ég sá hásæti og menn settust í þau og dómsvald var þeim fengið og þeir lifnuðu og ríktu með Kristi 1000 ár. Þar segir einnig þessa frelsuðu: munu þeir verða prestar Guðs og Krists og þeir munu ríkja með honum 1000 ár. Dómur, prestar, að ríkja. Það hljómar forvitnilega. Þetta er ekki að tala að dæma í þeim skilningi að ákveða hverjir verða frelsaðir eða glataðir. Sú ákvörðun var þegar tekin af Kristi við endurkomuna þegar hann aðskildi hina frelsuðu frá hinum glötuðu með því að taka annan hópinn til himins og skilja hinn eftir. Nei, þetta er annars konar dómur. Hugsaðu þetta eins og ítarlega endurskoðun eða úttekt eftir dóm. Örlögin eru þegar ráðin en nú opnar Guð bækurnar fyrir endurlaust fólk sitt til að skoða. Opinberunarbókin lýsir þessari senu. Og ég sá þá dauðu, stóra og smáa, standa frammi fyrir hásætinu og bókum var lokið upp. Og hinir dauðu voru dæmdir eftir því sem ritað var í bókunum samkvæmt verkum þeirra. Þetta kann að hljóma þungbært, en hér er einföld leið til að skilja það. Guð leyfir hinum frelsuðu að sjá hvers vegna hinir týndu eru týndir. Sérhvert mál, hvert líf er skoðað. Það er eins og Guð segi: komdu, sestu með mér á dómstólinn. Förum yfir skrárnar saman. Þú munt sjá að ég hef verið sanngjarn og réttlátur í öllum aðstæðum. Þeir sem eru frelsaðir verða eins og prestar og yngri dómarar sem vinna með Jesú, okkar mikla æðstaprest, að því að skilja dóma Guðs. Hvers vegna myndi Guð gera þetta? Vegna þess að hann vill fjarlægja allar eftirstandandi spurningar. Ímyndað þér að koma til himna og velta fyrir þér: hvers vegna er vinur minn ekki hér? Hann var svo góður maður. Í þessari 1000 ára endurskoðun mun Guð sýna okkur í kærleika alla söguna og hjarta hvers og eins. Kannski átti sá vinur í leyndum erfiðleikum og hafnaði að lokum rödd Guðs. Á hinn bóginn gætirðu orðið agndofa yfir því að sjá einhvern á himnum sem þú bjóst aldrei við. Guð mun sýna hvernig náð hans náði til þeirra á þann hátt sem við vissum aldrei. Hverri spurningu verður svarað. Hinir frelsuðu munu sjálfur sjá að Guð gerði allt sem í hans valdi stóð til að frelsa hvern og einn og að þeir sem glatast kusu að lokum að hafna kærleika hans. Réttlæti og miskunn Guðs verður að fullu réttlætt. Það er annar þáttur í þessum 1000 ára dómi. Biblían segir að hinir frelsuðu munu jafnvel eiga þátt í að dæma fallna engla, illu englana sem fylgdu Satan. Páll postuli gaf þetta í skyn þegar hann skrifaði: vitið þér ekki að hinir heilögu eiga að dæma heiminn? Vitið þér eigi að við eigum að dæma engla? Þetta þýðir að við munum einnig fara yfir mál Satans og illu anda hans, fyrirverandi engla sem ollu svo miklum sársauka. Við munum sjá sögu uppreisna þeirra og skaðan sem þeir ollu. Við lok 1000 áranna munum þeir sem eru á himnum skilja til fulls hvers vegna Guð verður að fjarlægja syndina til frambúðar og þá sem halda fast í hana. Við tökum í raun þátt í að staðfesta réttláta dóma Guðs. Og þegar þessari miklu endurskoðun er lokið mun eitthvað dramatískt gerast. Sá hluti sem við getum kallað fullnustu dómsins. Hugsið þetta svona: dómstóll hefur kveðið upp dóminn og nú stendur til að dómurinn verði fullnaður. Það er það sem gerist eftir að 1000 ára endurskoðuninni er lokið. Til að draga saman þessi ótrúlegu árþúsund, það er tími náms, lækninga og skilnings fyrir hina frelsuðu. Ímynduðu ykkur að eyða 1000 árum ekki aðeins til að fagna fegur himinsins, heldur einnig til að sitja við fætur Jesú þegar hann leiðir okkur í gegnum sögurnar af hinni miklu deilu milli góðs og ills. Öll sorg sem við gætum hafa fundið fyrir þeim sem eru ekki með okkur mun hvíla þegar við sjáum gæsku og réttlæti Guðs í hverri ákvörðun. Við lok þessarar himnesku endurskoðunar
munu hjörtu okkar vera í friði yfir því að Guð hefur gert það rétta og við verðum tilbúin að halda áfram með honum inn í næsta áfanga áætlunar hans. Endir 1000 ára, hinir óguðlegu lifna aftur. Nú nær frásögn okkar lokum þessa 1000 ára tímabils. Hvað gerist þegar 1000 árin eru liðin? 2 megin atburðir eiga sér stað næstum samtímis. Hinir óguðlegu eru reistir upp til lífsins og hinn helga borg, Nýja Jerúsalem, kemur niður til jarðar með Jesú og hinnum frelsuðu innan hennar. Munið að við nefndum áður að hinir óguðlegu, hinir ranglátu, voru allir dánir á jörðinni þessi 1000 ár. Opinberunarbókin 25 segir okkur: en aðrir dauðir lifnuðu ekki fyrr en 1000 árin voru liðin. Aðrir dauðir vísa til allra þeirra sem voru ekki hluti af fyrri upprisunni. Fyrsta upprisan var upprisa réttlátra við síðari komu Jesú. Þannig að þegar 1000 ára ríkinu lýkur hver einasta týnda sál úr allri sögunni vakin til lífsins í því sem við getum kallað önnur upprisa, upprisu dómsins. Geturðu ímyndað þér þá stund? Hún alvarleg og dramatísk. Alla jörðina frá öllum tímum rísa ótal manns upp úr gröfum sínum. Sumir bera kannski enn merki lífsins sem þeir lifðu eða dauðan sem þeir dóu, en eru nú endur reistir til lífsins til að horfast í augu við loka dóm Guðs. Biblían lýsir fjöldanum. Tala þeirra sem sandur sjávarins. Með öðrum orðum, óteljandi mannfjöldi. Þetta eru allar sálirnar sem neituðu því miður að fylgja vegum Guðs ævina. Og ásamt þeim Satan nú leystur úr einmannalegu fangilsi sínu, því skyndilega hefur hann fólk til að blekkja á ný. Í 1000 ár var hann bundinn af aðstæðum án þess að geta freista neins. Nú þegar hinir óguðlegu eru reistir upp til lífsins, losna fjötrar hans. Mesti svikari alheimsins snýr aftur til starfa og þú getur gískað á að hann hefur ekki breytt háttum sínum eða iðrast á þessu 1000 ára tímabili. Á þessum tíma gerist eitthvað fallegt og vonaríkt. Borg Guðs stígur niður af himni til jarðar. Jóhannes skrifar í Opinberunarbókinni 21: og ég sá borgina helgu, Nýju Jerúsalem, stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúði, skartar fyrir manni sínum. Ímyndaðu þér Nýju Jerúsalem, stórkostlega borg úr skýra gulli og ginnsteinum, skínandi af dýrð Guðs, svífandi mjúklega niður í skýjunum. Henni líkt við brúði vegna fegurðar sinnar og vegna þess að hún bústaður Guðs fólks, eins og brúður með brúðguma sínum, Kristi. Þessi borg bókstaflega himinninn sem kemur niður til jarðar. Inn í borginni eru allir hinnir heilegu sem hafa búið með Jesú síðustu 1000 árin, og auðvitað Jesú sjálfur í miðju alls saman. Þessi stund í raun þriðja koma Jesú. Hvernig þá? Munið að við síðari komu sína steig Jesús ekki fæti á jörðina. Fólk hans mætti honum í loftinu. En nú við lok árþúsund ríkisins snýr Jesús aftur til jarðar, kemur allaleg niður og hann færir með sér allt sitt himneska fylgdalið, hina frelsuðu allra alda og englana sem eru í Nýju Jerúsalem. Ef þið viljið þá kemur Jesús aftur eins og sigursæll konungur sem snýr aftur til að endurheimta landsvæði og stofna Nýju Jerúsalem á jörðinni sem höfuborg sína. Íhugið nú aðstæðunar. Inn í borginni ljós, dýrð, öryggi og gleði meðal hinna réttlátu. Utan borgarinnar jörðin nú full af uppristnum óguðlegum og Satan komin aftur til aðgerða. Maður getur ímyndað sér Satan nudda höndunum og skipuleggja næsta skref sitt. Þrátt fyrir 1000 ára hlé hefur persóna hans ekki breyst. Hann enn svikari og óvinur Guðs. Kannski segir hann hinum uppristnum mannfjölda að hann hafi reist þá upp, eða hann safnar þeim saman með því að benda á hina dýrlegu borg og segja: þetta miðin okkar að völdum og lífi. Við getum tekið þessa borg fyrir okkur sjálf. Biblían gefur stutta en líflega lýsingu á því sem Satan gerir. Þegar 1000 árin eru liðin mun Satan verða leystur úr fangilsi sínu og hann mun útganga til að leiða þjóðirnar afvega, Gog og Magog, og safna þeim saman til stríðs. Gog og Magog eru táknræn leið til að vísa til óvina Guðs. Í meginatriðum tekst Satan að sameina alla týnda frá öllum tímum
í eina loka uppreisn. Hann sannfærir þá að ganga gegn nýju Jerúsalem og reyna að sigra hana. Það er ótrúlegt. Eftir allt saman heldur Satan enn, eða að minnstakosti þykist, að hann geti unnið og hinir óguðlegu fylgja honum enn. Það sýnir að jafnvel að vera vitni að endurkomu Jesú og jafnvel að smakka dauðan breytti ekki hjörtum þeirra. Þegar tækifæri gefst, kjósa þeirra að ráðast á Guð enn á ný. Svo hér höfum við sviðið sett fyrir loka átökin. Hugsaðu það sem hápunkt stríðs átaka. Öðrum megin Satan og óteljandi her upprisinna óguðlegra sem nær yfir kannski alla frá verstu harðstjórum sögunar til almennra vantrúaðra, allir blekktir í sínum síðasta ögrandi leiðangri. Hinum megin Jesús og fólk hans inni í hinni gimsteinslíku nýju Jerúsalem sem hefur stigið niður af himni. Það er svolítið eins og atriði úr stórkostlegri kvikmynd, dimm hersveit sem umliggur gullna borg, umgirta steinum fulla af ljósi. Hinir óguðlegu stíga upp á víðan völl jarðar og umkringdu herbúðir heilara og borgina elskuðu. Þú getur næstum heyrt stríðströmmurnar fyrir utan múrana og séð ákafan eða örvæntinguna í augum þeirra sem voru reistir upp til að takast á við þessa stund. Hvað mun gerast? Verður hörð barátta? Verður borgin umsetin? Spennan er mikil, en áætlun Guðs er að fara að ná stórkostlegum endapunkti á þann hátt að réttlæti og miskunn verða fullkomlega uppfyllt. Lokadómurinn, eldur af himni, endir ílskunar. Þegar hinir óguðlegu umkringja hina helgu borg, tilbúnir til árásar, grípur Guð til loka atburða dóms og frelsunar. Opinberunarbókin notar fá orð til að lýsa því sem gerist næst. En þessi orð eru öflug, en eldur fellur af himni ofan og eyddi þeim. Á augabragði stöðvast árásarhernir af guðlegum eldi. Þetta er ekki bardagi í hefðbundnum skilningi, þetta er framkvæmd dóms, skjótur og afgerandi. Reynið að sjá það fyrir ykkur, rétt eins og óvinir Guðs safnast saman og hefja hugsanlega árás sína, kviknar himinin af yfirþyrmandi eldstormi. Logar réttlátra reiði hellast niður eins og eyðandi flóð og umleikja Satan og alla fylgjendur hans. Þetta er oft kallað eldstíkið eða annar dauði. Hvers vegna annar dauði? Vegna þess að allir þessir óguðlegu höfðu dáið einu sinni áður, annarkvort fyrir síðari komu Jesú eða við síðari komu hans og voru reistir upp. Nú deyja þeir aftur að þessi sinni að eilífu. Það er engin leið tilbaka frá þessum dauða. Biblían kallar þetta mjög skýrt hinn annan dauða, staður búinn í dýkinu sem logar af eldi og brennisteini. Það er hinn annar dauði. Jafnvel djöfullinn sjálfur og englum hans er ekki hlíft, þeim er að lokum útrýmt í þessum eldi. Annað vers í Opinberunarbókinni segir að jafnvel dauði og hel hafi verið kastað í eldstíkið, sem þýðir að dauðinn sjálfur verður ekki frama til eftir þetta. Guð er að útrýma synd, ílsku og jafnvel afleiðingum syndarinnar, dauða í einni stórkostlegri loka athöfn, hreinsandi loga. Nú eins ókvækjandi og eldur af himni hljómar, hafið í huga hvað það áorkar. Það er loka athöfn Guðs við að hreinsa alheiminn. Þessi eldur eyðir hinum óguðlegu, sem þýðir að hann eyðir þeim að fullu. Þeir halda ekki áfram að lifa í eilífri kvöl. Þeim er tortímt, horfnir. Munið hvað Rómverjabréfið 6:23 segir: laun syndarinnar er dauði, en náðargjöf Guðs er eilíft líf í Kristi Jesú drottni vorum. Ef launin eru dauði, getur það ekki samtímis verið eilíf fordæming, því það myndi þýða eilíft líf, jafnvel þótt það sé í kvölum þetta eilífa líf. Ílskan er gjörsamlega eyðilögð, rót og kvistur. Þið gætuð hugsað ykkur þennan eld eins og öflugan geimbrennsluofn sem brennir upp öll ummerki syndar og þjáningar. Það er sorglegt að þetta skuli hafa gerst, en munið að Guð gaf öllu fólki tækifæri til að velja lífið. Á þessum tímapunkti hafa hinir týndu staðfastlega kosið að hafna leið Guðs, jafnvel með fullri vitneskju. Það er ekkert meira sem kærleikur Guðs getur gert fyrir þá, því að þeir munu ekki sætta sig við það. Þannig í kærleika og réttlæti
frelsar Guð þá úr eymd sinni og verndar alheiminn fyrir frekari spillingu. Annar dauði er endanlegur. Það er engin upprisa frá honum, engin glufa. Syndin mun aldrei rísa upp aftur. Þetta gæti minnt okkur á sögur þar sem sjúkdómur er loksins læknaður með því að eyða síðustu sýktu frumunum, eða þar sem tölvuveira er útrýmt með því að þurrka diskinn hreinan. Hér er veira syndarinnar sem hefur valdið svo mikilli hjartasorg varanlega eytt. Reyndar fullvissar Biblían okkur á spámanlegu máli að þjáning muni ekki rísa upp aftur. Með öðrum orðum, þegar Guð hreinsar allt, ábyrgist hann að syndin mun aldrei menga alheiminn aftur. Eldurinn af himni er dapurlegur fyrir þá sem farast, en það er líka sigurstund því hann þýðir endalok hins illa. Hugsið það, engin djöfull framar, ekkert stríð milli góðs og ills framar, engin freisting eða óréttlæti framar í sköpuninni. Frá sjónarhóli hinnar heilugu í Nýju Jerúsalem hlýtur þetta að vera lotningafull stund. Þeir sjá dóm Guðs framkvæmdan nákvæmlega eins og ákveðið var. Munið að á 1000 árum voru þeir sammála að þetta fólk og fallnir englar verðskulda þessi örlög og nú framfylgir Guð dómnum. Það vekur enga gleði, aðeins hátíðlegu skilningur á hræðilegu verði syndarinnar. Kannski eru mörg tár úthellt jafnvel fyrir þessa óvini þegar þeir horfast í augu við logan, en ekki lengi eins og við munum brátt sjá. Þegar logarnir dofna, þá er það sem eftir er fullkomlega hreinsuð pláneta. Sérhver ummerki uppreist manna og áhrif Satans eru horfin. Yfirborð jarðarinnar sem eitt sig var spillt af synd hefur verið hreinsað eins og eldur guldsmiðs hreinsar gull. Hinir óguðlegu eru nú aska og jafnvel Satan, hinn mikli óvinur, er ekki framar. Það er endalegt og algjört. Réttlætinu er fullnægt og miskunn í þeim skilningi að vernda alheiminn fyrir endalausri þjáningu er einnig fullnægt. Þessi dramatíski atburður svarar mikilvægri spurningu sem við byrjuðum á. Mun Jesús snúa aftur í 3. sinn? Já, hann gerir það í þeirri helgu borg og tilgangur þessarar 3. komu er að takast loksins á við syndina og afleiðingar hennar. Jesús kemur ekki aftur í 3. sinn til að taka fólk til himins eins og hann gerði við síðari komu sína og ekki til að fórna sjálfum sér eins og við fyrri komu sína, heldur til að framkvæma dóm og innleiða eilífa ríkið. Þetta er síðasta verk Jesú í hjálpræðis áætluninni útrýming illskunnar. Nýtt upphaf að eilífu með Jesú í endurnýjuðum heimi. Þegar hinir óguðlegu eru horfnir og Satan tortímt, gætirðu verið að velta fyrir þér, hvað gerist næst? Svarið er eitt fegursta loforðið í allri Biblíunni. Guð gerir allt nýtt. Jóhannes postuli skrifaði: og ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið er ekki framar til. Opinberunarbókin 21:1. Heimurinn eins og við þekkjum hann, sem hafði verið sviðinn og eyðilagður, er endurskapaður af Guði í óspillt, fullkomið heimili fyrir hinna réttlátu. Það er eins og jörðin hreinsuð í eldi sé nú fædd á ný jörð laus við syndarinnar. Reyndu að ímynda þér atburðinn þegar dögun eilífðarinnar rennur upp. Aska gamla heimsins er sópuð burt og undir kærleiksríkri hendi skaparans spretta fram blóm, tré og landslag af ólýsanlegri fegurð. Loftið er hreint, himinninn tær. Það eru engar rústir, engir kirkjugarðar, engin mengun. Allt er lifandi og líflegt eins og Guð ætlaði sér. Og þar í miðjunni er Nýja Jerúsalem, höfuðborg þessara nýju jarðar, skínandi af dýrð Guðs. Biblían gefur ótrúlega lýsingu af þessari borg með múrum úr jaspis, grunni skreyttum ginnsteinum, hliðum úr perlum og götum úr skýra gulli eins og gegnsæju gleri. Hún er fallegri en nokkur ævintýra borg sem þú getur dreymt um. Mikilvægast er að Guð sjálfur er með fólki sínu í þessari nýju sköpun. Mundu að Jesús, lambið, kom niður í borginni
og ritningin segir í þeirri borg að drottinn Guð hinn alvaldi er musteri hennar og lambið, og borgin þarf ekki heldur sólar við, því að dýrð Guðs mun skína á hana og lambið er lampi hennar. Þetta þýðir að Jesús er líkamlega þar með okkur, skínandi eins og ljós. Það er engin þörf á musterisbyggingu því við höfum nálægð Guðs. Við getum talað við Jesú augliti til auglitis, gengið með honum og aldrei verið aðskilin aftur. Nafnið Immanuel, Guð með okkur, verður raunverulegt að eilífu á bókstaflegan hátt. Nú skaltu muna tárin sem kunna að hafa fallið þegar hinum týndu var tortímt. Guð veit að þetta hefur verið erfileið og að jafnvel í sigri hafa börn hans upplifað sorg. Hér er eitt af huggandi loforðum Guðs þessa nýju tíma, og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra, og dauðinn mun ekki framar tilvera, hvorki harmur, né vein, né kvöl er framar til, hið fyrra er farið. Åpenbarnabókin 21:4. Hugsaðu það, engar fleiri jarðafarir, engar fleiri kveðjur, engin þjáning af neinu tagi, aldrei framar. Hvert tár sem þú hefur grátið mun hann þerra persónlega, allar sársaukafullar minningar munu hverfa í ljósi kærleika hans og hann mun skipta þeim út fyrir óendanlega gleði. Í þessum endurnýjaða heimi er syndin horfin fyrir fullt og allt. Við munum aldrei þurfa að hafa áhyggjur, hvað ef illskan kemur aftur? Guð lofar að svo verði ekki. Allur alheimurinn verður öruggur í friði. Við munum hafa innihaldsríkt starf, kannski að kanna heima eða skapa fallega hluti, og við munum hafa eilífðina til að njóta félagsskapar Guðs og hvers annars. Reynið að ímynda ykkur endurfundi með ástvinum í þessum nýja heimi, að hitta trúarhetjur frá fyrri tíð og eignast nýja vini án þeirra hindrana sem við höfum í gamla heiminum. Hver dagur verður ævintýri náms og gleði, en samt mun enginn nokkur tíman veikjast, eldast eða deyja. Sagan endar í raun og veru með hamingjusömu lífi til æviloka, nema það er ekki endir. Það er ný byrjun sem aldrei endar. Að lifa í von endurkomu hans. Hvílík ferð sem við höfum farið, frá auðmjúkri fyrstu komu Jesú til dýrlegrar annarar komu hans, í gegnum 1000 ára ríkið og að lokum þriðju komu hans til að koma með endanlega sigur á illsku og upphaf fullkominnar aldar. Hugmyndin þriðju komu Jesú tengir saman alla lausa enda spádómsins. Hún sýnir okkur að Guð hefur ítarlega áætlun til að takast á við syndina. Fyrst með lífi og fórn Jesú, fyrsta koma, síðan með því að bjarga fólki sínu, önnur koma, og að lokum með því að losa alheiminn við illsku, þriðja koma. Á hverju stigi er Jesús miðpunkturinn, frelsari okkar, konungur, æðstiprestur og dómari, allt í einu sem leiðir alheiminn til endurreisnar. Vitandi þetta er stóra spurningir fyrir hvert og eitt okkar persónlega. Hvar verður þú í þessum atburðum? Þrá Guðs er að þú sért inni í þeirri heilugu borg, við hlið vonar og lífs, ekki fyrir utan með þeir sem velja myrkrið. Hann vill að þú sért meðal hinna heilugu sem ríkja með honum á himnum í 1000 árin og meðal þeirra sem fagna nýju sköpuninni að eilífu. Í stuttu máli vill hann að þú frelsist og takir þátt í allri þeirri gleði sem við höfum lýst. Jesús hefur gert það mögulegt fyrir alla óháð fortíð að ganga til liðs við fjölskyldu hans og vera hluti af þessari dásamlegu framtíð. Það krefst einfaldlega þess að treysta honum, samþykkja fórn hans og kærleika og gefa hjarta þitt honum á vald. Hugsaðu það eins og boð í mestu fjölskyldu samkomu og sigur hátíð allra tíma. Hver myndi ekki vilja vera þar? Inn í nýju Jerúsalem eru öll tárin þerruð og kærleikurinn ríkir. Úti er aðeins eftirsjá og missir. Í dag höfum við hvert og eitt okkar valum að þiggja boð Jesú. Það er eins og Jesú sé að segja: ég vil innilega að þú sért með mér í gegnum allt þetta. Ég kom í fyrsta sinn til að deyja fyrir þig. Ég kem í annað sinn til að taka þig heim og ég mun koma í þriðja sinn til að gera allt nýtt fyrir þig. Ekki missa af þessu. Þriðja koma Jesú er kannski ekki eins þekkt og svo seinni, en eins og við höfum séð
er hún djúpt rótgróin í ritningunni og mikilvæg fyrir áætlun Guðs. Það táknar þá loka senu þar sem hetjan, Jesús, snýr aftur í síðasta sinn til að sigra illmennið Satan að eilífu og stofna friðaríki. Á meðan lifum við á milli fyrri og seinni komu Jesú. Við bíðum eftir seinni komu Jesú með von og eftirvæntingu. Að skilja þriðju komu Jesú gefur okkur enn meiri ástæðu til að vera þolinmóð og trúföst núna, því við vitum að allt rangt verður leiðrétt. Svo láttu þessa frásögn hræra við hjarta þínu. Láttu hana hvetja þig til að vita að sama hversu dimmur eða spilltur heimur okkar verður, þá hefur Guð ótrúlegan loka kafla í vændum. Vertu trúr Jesú í dag, talaðu við hann í bæn, lestu fyrirheit hans og láttu heilagan anda hans leiða þig. Þetta eru einföldu skrefin til að tryggja að þú verður hluti af hinum sigursælu. Faðmur Guðs er opinn öllum þeim sem þiggja náð hans. Dag 1 í ekki svo fjarlægri framtíð mun himinin lýsast upp með komu Jesú og það mun hefja þessa atburðarás sem við höfum kannað. Við viljum sannarlega vera meðal þeirra sem hrópa: þessi er vor Guð, við vonuðum á hann, að hann myndi frelsa oss á þeim degi. Og við getum verið það fyrir náð hans. Í stuttu máli, já, Jesús mun koma aftur í þriðja sinn, og það þriðja sinn mun marka endalok syndarinnar og upphaf eilífrar gleði. Þetta er stórkostlegur lokakafli hjálpræði sögunar og hvílíkt dramatískur og dýrlegur lokakafli það er. Megum við öll velja að vera þar inni í Guðs borg, horfa upp með þakklátum hjörtum þegar Drottinn okkar uppfyllir loka lofar sitt. Hið besta er enn eftir. Höldum fast í þá von og leifum henni að umbreyta lífi okkar í dag. Amen.